Velkomin á Frelsi TV. Ég ætla að fjalla aðeins atburð sem gerðist á aðfangadag þegar að við vorum að borða jólasteikina okkar og sátum við kertaljós. Þá var lítið barn sem að lét lífið í Palestínu. Það var hún Hala Barair, hún að ég ber þetta rétt fram, og það þessi litla stúlka hér sem að varð fyrir hefndarárás Ísraels, glæpastjórnvaldana í Ísrael. Og ég verð nú að játa það fór nú mig svolítið hrollur þegar ég sá kommentin við þessa frétt hérna á DFF. Hvað fólk að segja að bara eins og þessi stúlka hafi engan rétt til lífs. Og það orðið hálf þreytandi þegar fólk að japla og jamla og endur segja stríðsáróður frá glæparíki eins og Ísrael orðið og hefur verið. Sko, Palestínu og fólkið í Palestínu, þau í svipaðri stöðu og fólkið sem var í gettóum seinni heimsstyrjaldarinnar. Þar sem að nasistar hafðu króað af fullt af fólki og voru að fremja þar stríðsglæpi daglega og unnu bara við það. Og það ekki stríðsglæpur þegar fólk í herkví að reyna að berjast fyrir frelsi sínu eða þjóðar sinnar. Þannig að Palestínumenn, samkvæmt alþjóðalögum og stríðslögum og mannréttindalögum og allir slíku, þá Palestínumenn í meiri rétti heldur en Ísraelar. Og þessi árás náttúrulega fullkomið stríðsglæpaverk. Það var eitthvað myrtur eða kom eitthvað fyrir eitthvað ísraelskan hermann held ég eitthvað slíkt. Og Ísraelsmenn ákveða bara að sprengja og drepa einhverja í Palestínu. Það gengur ekki. Það getur engin réttlætt það. Og þá fara menn að segja, eins og þessi bloggarar fara að segja, já, en ég meina, þetta barn var að venda hryðjuverkamenn eða vopna eitthvað slíkt. Palestínumenn að raða börnum í kringum vopnabúðir eða byrgi. Það stenst enga skoðun. Það bara lygi. Og ef að þú skoðar þær ákærur og hvað í gangi með það, þá til miklu meiri sannanir fyrir því að Ísraelsmenn, hermenn Ísraels, séu að nota börn og unglinga sem skildi fyrir sig. Og þið þurfu ekki annað en að fara á internetið og leita að slíkum tilfellum. Hérna þessi unglingur festur með plaststrappi á Japan. Og hérna þetta stenst ekki nokkra skoðun. Og ef að þið horfið bara, ef þið takið aðeins inn með augunum bara á það sem þið sjáið sjálf, þið þurfið ekki að láta segja ykkur hvað þið eruð að sjá. Sjáið þið hvernig ástandið þarna í Palestínu. Sjáið þið þennan vegg hérna sem búið að byggja. Það búið og hérna sem varðturn. Hérna Palestínumenn á leið til vinnu, látnir raða sér upp eins og rollur í rétt. Og eins og segi, hérna varðturnar og hérna bara fangamúr búið að byggja utan þetta fólk. Og þetta fólk í fullkomni herkví. Og við getum bara ekki staðið hjá lengur og sagt ekki neitt. Það gengur ekkert. Ég lít ekki á fólk sem að verja þessa stríðsglæpi sem bræður mín eða systur. Ég tel bara þið eigið verulega bátt. Og ég satt að segja, veit ekki hvernig á að hjálpa ykkur. Sko, við munum það kannski að Bretar skýrgreindu íslensk stjórnvöld og stjórnmálaflokka sem hryðjuverkasamtök. Ekki það ég hugsanlega hafa það rétt fyrir sér en burt sér frá því. Þá voru íslensk stjórnvöld og íslenski stjórnmálaflokkar og bankar skýrgreindir sem hryðjuverkasamtök. Þá menn að segja í fullri alvöru að það hefði verið í lagi fyrir Breta bara sem hefndaraðgerð að strauja sprengjum yfir Íslandi, yfir Reykjavík, Egilsstaði, Akureyri
og bara drepa einhvern? Erum við að segja það að ef einhver breiðhyltingur brýtur af sér ef einhver breiðhyltingur brýtur af sér í Vesturbænum, þá bara í lagi að fara og gera loftárás á Breiðholtið? Í alvöru, er þið að halda þessu fram? Og svo er verið að segja, já, en Palestínumenn að senda sprengjur á Ísrael og loftskeyti á Ísrael, og þetta bara svona verið að senda flugskeyti fram og tilbaka. Palestínumenn eru sannarlega, eins og andspyrnurhreyfingin var að gera, þeir eru að reyna að berjast fyrir sínu landi og sínu sjálfstæði í alveg ömurlegri aðstöðu, og við skulum átta okkur á því að þegar að Palestínumenn að senda raketu yfir til Ísrael, og að þetta eru nánast bara eins og áramóta flugeldar, en þegar að Ísraelsmenn senda flugskeyti tilbaka, þá eiga þeir bara einu hverfi, og það er bara 50 metra djúpur gígur þar sem áður var fólk og byggðir. Þetta er bara eins og ef allt fellag, bara við hugsum okkur allt Aspafellið og þar aftur, þar væri bara 100 metra gígur, og vera að bera það saman við einhverjar pínulitlar handheld eða svona sem þú heldur á raketur. Sko, þetta stenst enga skoðun. Og við sjáum að gyðingar sjálfir eru í stórum stíl að mótmæla síónistum, og þeir eru að tala fyrir frelsi Palestínu. Gyðingum gjörsamlega ofbeðið þessi hegðun. Hérna segir gyðingar hafna síónismannum. Og sko, að vera alltaf að fela sig á bakvið, ekki vera vondi við gyðinga, það stenst heldur enga skoðun. Og ég veit ekki hvort þið vitið að því, en Ísrael hefur ekki staðfest samkomulag alþjóðlegt eftirlit með eiturefnavopnum og sýklavopnum. Þeir hafa bara sagt, nei, við ætlum bara ekkert að vera með í því. Og í sambandi við kjarnorkuvopn, Ísraelsmenn hafa sagt, við ætlum ekkert að leyfa ykkur að fara yfir alþjóðasamfélaginu, kemur ekkert við hvað við erum að gera með kjarnorkuvopn. Jú, okkur kemur það mikið við. Við hljótum að segja nei, Ísrael, við ætlum ekki að leyfa ykkur lengur að stunda stríðsklæpi gegn Palestínumönnum eða nokkrum öðrum. Við ætlum ekki að sætta okkur við það að þið þurfum ekki að gangast undir eftirlit eins og aðra þjóðir með efnavopn og sýklavopn og kjarnorkuvopn. Nei, við ætlum ekki að sætta okkur við það, og ef að þetta lagast ekki strax, núna, helst fyrir helgi, helst bara strax í dag, þá munum við segja upp öllu stjórnmálasambandi við ykkur. Og ég krefst þess að Íslendingar segja upp öllu stjórnmálasambandi við þessa stríðsglæpastjórn sem situr í Ísrael. Að öðrum kosti erum við Íslendingar og stjórnvöld Íslands með samseg í þessum glæpum Ísraelsmanna. Ef að Íslands stjórnvöld ætla að halda þessu sambandi við stríðsglæpa liðið í Ísrael, þá eru þið samseg. Við erum þá samseg. Og ég ætla bara að biðja fyrir þessari stúlku sem að lét alsaklaus lífið. Hanna Hala, ég græt yfir örlögum hennar, og ég bið Guð að fyrirgefa mér að hafa ekki tekist að stöðva þetta eða komið veg fyrir þetta, og ég bið Guð að gefa mér styrk til þess að þessu andláti hennar, að það verði þeir sem að stóðu að því verði látnir sæta ábyrgð. Og það eru yfirmenn Ísraels, þeir sem stjórna Ísrael, sem bera ábyrgð á dauða þessa barns. Og ég vona að þið takið þetta alvarlega, af því að það sem er gert við okkar minnstu bræður, það verður gert við þig líka. Bíddu bara. Það er ekki langt að bíða að þetta sprengjum fara að regna allan heim, og Evrópu líka, Ísland líka. Þannig að núna er tíminn til að segja eitthvað og gera eitthvað. Takk fyrir og bless.